Komið þið sæl. Í dag er búið að vera heldur meira skýjað sunnanvert landið heldur en hefur verið núna í allmarga daga í röð. Það er búið að vera smávegis él hér norðaustan til en ef við skoðum útgildi dagsins þá er frostið mest búið að fara upp í 23 stig fyrir norðan og syðst þá fór hitinn hæst upp í 4 stig undir Eyjafjöllum. Það er búið að blása aðeins hér með austurströndinni en ef við skoðum hér norður Atlantshafið þá sjáum við læðina hér suður á okkur. Það eru skil frá henni að koma inn á sunnanvert landið og það á að snjóa alveg allt Suðurland og síðan þegar líður á fimmtudaginn þá er þessi bakki að hverfa á braut og snýst yfir í norðarlega átt sem er svona aðalega með snjókomi fyrir norðan. Á hitasviðinu þá erum við áfram í þessum kalda loftmassa og útlit fyrir að hitatölu verði og undir frostmarki alveg næstu daga. Það er þá allra harðasta frostið inn til landsins og á fimmtudaginn ekki mjög miklar breytingar. Það svona fer kannski aðeins nær núllinu núna næstu daga. En hér sjáum við skilin suður af okkur og það er svona að byrja að snjóa núna gul viðvörun á Suðausturlandi strax núna og bætist síðan við upp úr miðnætti á Suðurlandi og það bætir í vindin líka með þessu. Þetta er 10 til 18 metrar á sekúndu, einna hvassast undir Eyjafjöllum, jafnvel upp í 20-22. Með þessu er snjókoma, skafrenningur, getur léleg akstursskilyrði. Í fyrramálið þá sjáum við hér hvar bakkinn liggur. Það er ákveðin óvissa ennþá í þessu en við ætlum að halda okkur við þetta núna. Það er bara að gera að huga að ferðina áður en farið af stað. Og við sjáum að frosttölunar þær eru svona frá -1 upp í 10-12 stig og hér fyrir norðan þá er nú þurrt og jafnvel bjart og síðan er ákveðin óvissa hversu lengi þessi bakki ætlar að dvelja inn á landi þannig við ætlum bara að fara til klukkan 5 á morgun og þá svona er hann búinn að draga sig tilbaka en við verðum að renna út klukkan 3 seinnipartinn á morgun eins og staðan er núna. Lengst af þurrt og bjart hér fyrir norðan. Við sjáum hins vegar að það er bakki sem er að koma hér úr norðri og þegar við horfum fram til kvöldsins þá er hann að hægt og rólega að leggjast hér yfir norðanvert landið. Það dregur úr úrkominu hér sunnan til og eimir svona eftir af henni á fimmtudaginn en síðan er þetta snúast yfir í frekar svona hefðbundna norðlæga átt hjá okkur. Jafnvel orðið bara bjart á suðvestanverðu landinu, þurrt norðvestan til á fimmtudaginn og síðan á föstudaginn þá er alveg búið að stytta upp hér sunnanlands áframhaldandi snjókoma fyrir norðan, hægari vindur heldur en á morgun og helgina þá er svipað upp á teningnum, hitatölunar og undir frostmarki, éljagangur fyrir norðan og jafnvel smávegis sunnan til. Síðan í Skandinavíu þá er víðast hvar þurrt, það er svona kannski helst sunnan til sem er einhver él og hér með ströndum Noregs. Síðan þegar við förum ennþá lengra til suðurs þá er þessi lægð hér suðaustan til, hún er hægt og rólega að fara til austurs og yfirgefa álfuna en það eru þó viðvarandi til dæmis í Aþenu vegna vinds og meira segja á Krít þá er verið að vara við stormstyrk í vindinum. Það er einnig viðvaranir vegna úrkomu og vinds á Íberíuskaganum en á Kanaríeyjum þá eru lítið að vera, það er þessi norðaustlæga átt hér og það er nokkuð bjart og hitatölur upp úr 20 gráður. Í Norður-Ameríku þá er lægðin hér með vestur af vötninu miklu, hún er með skil sem ná hér út að strönd og það er rigning, slitta eða snjókoma í þessu og vætir samt vesturströndina og snjókoma í Klettafjöllum en hjá okkur þá er gula viðvaranir vegna snjókoma og hríðar sunnanvert landið, það er á Suðurlandi og Suðausturlandi og það rennur úr gildi klukkan 3 eftir hádegi á morgun að gera huga að viðvörunum og spám og færð áður farið af stað. Segjum þetta gott í bili, takk ykkur fyrir og verið sæl.